talaði það í opinberunarbókinni að brúður Jesú Krists eða kirkjan hans, hún segir kom þú, og það kemur sá tími og komin hjá mörgum að bara þrá að Jesús komi. Biblían segir að Jesús hann kemur aftur og hann mun stofna það ríki sem að við menn höfum aldrei getað stofnað, vegna þess að það verður friðarríki. Það okkar von og trú að hann komi, og hér lítill kór og bæn til hans. Even so, come Lord Jesus, come. Even so, take your bride to you. How my soul longs to be with you, my Lord. Even so, come Lord Jesus, come.
þökkum við fyrir að þú, drottinn minn, dvelur í lofgjörð þinna barna. Takk fyrir það, Jesús. Takk fyrir það, Jesús. How my soul longs to be with you, my Lord. Even so, come, Lord Jesus, come. Amen. Komið sæl og blessuð. Heilsa ykkur öllum í nafni Jesú Krist. Gott að fá að sjá ykkur, fá að vera með ykkur. Dásamlegt að vita það að þetta er fyrsti sunnudagur eftir páska. Og Dagný mín, þakka þér fyrir orðin sem að þú byrjaðir þessa samkomu með. Þetta var samsafn orða sem að Jeremía hafði talað og ég hefði aldrei vitað það hvað Dagný væri lík Daniel spámanni. Þetta máttu eiga. Þú valdir orð Jeremía spámanns alveg eins og sagti frá í Danielsbók 9. Komið með þangað. Við skulum byrja þetta því að þetta er tákn og undur sem gerir hjá okkur að við vísum til sömu orðana því að við erum að tala Guð almáttugan á meðal okkar. 9. kapitúli Danielsbókar byrjar að segja ykkur frá því að á fyrsta ríkisári Daríusar Ahasverussonar sem var medískur að ætt og orðinn konungur yfir ríki Kaldea, á fyrsta ári ríkisstjórnar hans hugði ég, Daniel, í ritningunum að ártölu þeirri er Jerúsalem átt að liggja í rústum samkvæmt orði drottins. Þannig að Daniel er að lesa Jeremía spámann 29. kapitúla og hann er komin í vers 11 eða 10 og 11 þegar 70 ár eru umliðin fyrir Babylon mun ég vitja yðar. Og Daniel, hann tekur Guð á orðinu og þegar þetta liggur alveg ljóst fyrir hvernig Daniel hugsaði málin, hvernig Guð var búinn að setja ártali fram, þá fór hann að spyrja, Guð, hvað ætlarðu að gera? Og eftir þennan atburð, þennan biblíulestur, þá kemur Daniel með niðurstöðu sem að er ártalan sem Guð leggur til gyðingana að 77 eru ykkur gefnar. Þið getið lesið þetta síðan í áframhaldi af 9. kapitúli Danielsbókar. Ég ætla ekki að fara mikið meira út í þetta en bara segja ykkur þetta minningur á að Guð hann notar ákaflega sterk rök þegar kemur að því að tefla fram því sem við höfum fram að færa. Það sem ég er að segja við ykkur í dag, það er eldgamall boðskapur. Það er löngu hugsað áður að ég kem með þetta fram. Það er það sem að himinin er búinn að segja og greina frá og við sjáum þetta nákvæmlega sama mynstur með Daniel og Jeremía. Það sem Jeremía var búinn að fá frá Guði, fekk Daniel viðbót á. Þeir voru ekki ósamála. Það kom þetta fram, sjá 77 eru ákveðna líþínum og þinni heilugu borg. Þetta fær Daniel að vita. Á þessum sunnudegi, svona árið 33, ég segi bara 33 eftir Krist, þá komu lærisveinarnir saman, heimilega, þeir voru í Jerúsalem, þeir voru búin að loka dyrunum og þeim leist ekki á blikuna. Það var komin ókyrrð í hópinn vegna þess að sumir sögðu, Jesús Kristur er upprisinn, við höfum séð hann. Og það var bara ekkert eining í hópnum. Og við getum lesið aðeins þetta, komið með mig bara, förum í Jóhannesar Guðspjallið, 20. kapitúla. Ég hef gaman að þessu vegna þess að
þeir mæta samkomu, trúlega snemma morguns, allir samkomu þá hafa ekki verið svona kannski 8 eða 9, það var hljótt í bænum að öðru leyti, en þeir mæta samkomu og þá vitað að Tómas, hann mætir þetta samkomuna líka. Og undanfarinn, hann segir svona frá því 24. versinu, en einn af þeim 12, Tómas, nefndur Tvíburi, var ekki með þeim þegar Jesús kom. Hinir lærisveinarnir sögðu honum, við höfum séð Drottinn. En hann svaraði, sjá ég ekki naglaförin í höndum hans og geti sett fingur minn í naglaförin og lagt hönd mína í síðu hans, mun ég alls ekki trúa. Hvað eru margir þar? Hvað eru mörg sem við þekkjum einmitt í slíkum sporum? Já, ég þarf að sjá meiri kraftaverk, ég þarf að sjá meiri undur. Svo er Dagný að segja okkur frá undrinu með litla frændans sem að bara að fá bjarta daga og góða tíma og við erum að sjá að undur, tákn og stórmerki fylgja þessari boðun sem við erum með. Og það ekki vegna þess að við erum svo stór og voldug. Það ekki vegna þess að við höfum svo mikla trú og við göngum á vatni og við gerum alls konar undur og stórverki af því við erum svo stór. Nei, það af því að Jesús með okkur í verki. Og lærisveinarnir, sumir sem hefur sagt við hann, Tómas, við höfum séð Jesú. Já, ég bara tek ekki við því nema ég fái snert sárin, sett fingurna í naglaförin og hendina í sárin hans. Svo bara heldur samkoman áfram og svo sagt að vikuliðinni voru lærisveinarnir hans aftur saman inni og Tómas með þeim. Dyrnar voru læstar, þú veist, það voru ekki allir velkomnir. Dyrnar voru læstar. Við ættum kannski að gera sama og þeir, bara fara að læsa dyrunum, aðtók hvort að fólk fann ekki bara að banka. En við ætlum ekki að gera það. Og við sjáum bara hvernig lærisveinarnir voru staðsettir, það voru læstar dyr. Það var ekkert mikil von. Og þeir bara þurftu að gera svipað og Daniel gerði, Drottinn, hvað eigum við að vera lengi með borginni rúst? Drottinn, hvað eigum við að liggja í sárum okkar lengi? Drottinn, hversu lengi eigum við að vera fáir og smáir? Og Guð veit alveg hvað hann að gera og hvað hann ætlar að vinna. Og sjáu hvernig hann fer með Tómas. Tómas búinn að gefa út stórar yfirlýsingar, sjá ekki naglaförin í höndum hans og geti sett fingur minn í naglaförin, lagt hönd mín í síðu hans, mun ég alls ekki trúa. Svo birtist bara Jesús á milli þeirra. Og hann meðal þeirra. Og þið vitið alveg hvað Biblían segir, hvað sem 2 eða 3 eru samankomnir í Jesú nafni, hver hann mitt á meðal þeirra? Hvar Jesús núna? Hann hér mitt á meðal okkar? Sjáið hann? Finnið hann? Ég veit ekki hvað tilfinningar okkar segja og ég veit ekki hvað augun okkar segja, heyrum við hann? En allavega loforðið þetta, ég mitt á meðal þeirra. Hvað sem 2 eða 3 eru samankomnir, þar ég mitt á meðal. Svo heldur sagan áfram, þá kemur Jesús, stendur mitt á meðal þeirra og segir, fríður sé með yður. Síðan segir hann við Tómas, mér finnst það alveg dásalegt. Tómas bara tekið hann beinið. Og mér finnst það bara mjög gott að Jesús skuli hafa þessa fyrirmynd og við sem ætlum að vera lærisveinar hans, við getum bara tekið þessa fyrirmynd bara til greina. Við getum bara að fara að segja, heyrðu Benni, heyrðu Kitty, við getum bara að fara að nefna nöfn hvers annars og verið með skilaboð. Tómas, komdu með fingurinn, settu fingurinn í sárin, komdu með hendina, settu þetta í síðusárið. Og Jesús bara býður honum að koma með fingur sinn og hendur og sjá hendur mínar, kom með hönd þín og legg í síðu mína og vertu ekki vantrúaður, vertu trúaður. Og Tómas tekinn bara á beinið. Og var þetta í lagi? Við stundum hugsum ekkert endilega það, hvernig Jesús Kristur leggur málinn fram. En þegar við förum að skoða þessa þætti, þá mjög athyglisvert að allstað finnuru að þegar frásagnir eru í Biblíunni, þá þetta rökræn frásögn. Menn tefla fram rökum. Þetta ekkert ólíkt því sem við erum að gera. Við fengum hérna útlendinga daginn
og Paul Tocco var að tala hérna til okkar og hvað gerði hann? Hann kom með rök fyrir því sem hann var að segja. Það voru biblíuleg rök, við vorum að vísa til ritninganna og hann var að segja okkur frá því hvernig málin voru samsett. Við erum nákvæmlega þar. Og hvað gerði Jesus við Tómas? Tómas sem ætlaði ekki að trúa, þetta var bara rykið og hann í kokið á honum. Komdu Tómas, settu fingurinn í hendina, viljið fá svona meðferð? Komdu með hendina og settu í síðusárið. Og það er svo merkilegt að Jesus hann segir, og það er haft eftir hún hjá Lúkasi, ekki hefur andi, hold og bein eins og þið sjáið mig hafa. Ég veit ekki hvaða hugmyndir þú hefur upprisu Jesú. Hann var lifandi gjörður sem andi, segir Biblían. Og hvernig getur það verið að maður í líkama sem getur snert, hann getur allt í einu horfið og allt í einu birst. Bara, hann var mættur á samkomu, þeir voru búin að læsa dyrunum og Jesus lét það ekkert á sig fá, hann bara kom og hann birtist. Hver er upprisu líkami okkar? Hvað er verið að segja við okkur? Og ef við förum aðeins inn í þennan farveg, ég ætla að fá að fara með ykkur inn í þennan farveg, hvernig röksemdir Jesus Kristur leggur fram fyrir okkur. Það var ekki bara Tómas sem var tekinn á beinið, og það var ekki bara hann sem þurfti að kyngja því að Jesus væri upprisinn, því Jesus, hann segir bara heiklust við hann, þegar hann lýsir því yfir og hann svaraði, Drottinn minn og Guð minn, og Jesus segir við hann, þú trúir af því þú hefur séð mig. Sælir eru þeir sem hafa ekki séð en trúa þó. Og skilaboðin til Tómasar voru þessi, Tómas, trúðu. Hættu þessari vantrú. Skildi þetta vera þarfur boðskapu fyrir okkur? Skildi þetta mega hljóma hér á Íslandi? Íslendingar, hættu þessari vantrú. Takiði á ykkar málum, snertiði Jesum Krist, leitiði hans og Guð mun vel fyrir sjá. Foreldrarnir sem að fengu litla barnið og það fættist í Svíþjóð og það var með hjartagata sem engin annar hefur, hvað beið þeirra? Jú, það var annarkvort bænin eða gröfin. Hvað viljið þið? Og þau fóru veg bænarinnar og þau eru í dag að sjá það að Guð hefur svarað bænunum. Við eigum þetta til. Drottinn er að svara og gera sigdýrlegan. Og Tómas, þú sem að ekki trúir, þú sem vilt fá að stinga fingurum og hendi í sárin og segja loksins, já ég hef séð, ég hef fundið, Drottinn minn og Guð minn, það fullt af fólki sem hvorki sá né snerti en það trúði. Það er líka til fólk sem hefur séð, snert, gengið með Guði en falli frá. Á hver er það? Það er alveg sama á hvort veginn þú fer með þennan boðskap. Sumir falla frá vegna þess að þeir gleyma því að halda sér við Guðs orð. Þeir rökræða ekki Guðs orðið. Og nú skulum við aðeins skoða nokkur atriði sem eru svona vakandi í mínum huga, hvernig Jesus Kristur kynnti Guðs orðið. Hann var að glíma við fleiri heldur en mig og þig. Hann var að glíma við fyrri kynslóðir og þetta er búið að vera fylgifiskur kristninnar síðan. Menn hafa ekkert viljað til að trúa, en Jesus Kristur, hann brýndi menn til þess að þeir tryðu og létu ekki bugast. Komdu með mér í Mattheus 22. Þá er Jesus Kristur allt í einu kallaður fram og það eru saddúkear og farisear og þið vitið, það er heilmikil trúarbragða deila. Það fara með ykkur 22. kapitula og ég ætla að taka fyrir vers 38. Það er svo magnað. Það kemur þetta fram. Þegar farisear heyrðu að hann hefði gjört saddúkea orðlausa, komu þið saman og einn þeirra sem var lögvitringur vildi freista hans og spurði, meistari, hvert er þitt æðsta boðorð? Hann svaraði, elska skalt þú Drottinn Guð þinn af öllu hjarta þínu, allri sálu þinni, öllum huga þínum. Þetta er hið æðsta og fremsta boðorð. Annað þessu líkt,
Þú skalt elska náunga þinn eins og sjálfan þig. Og sjáðu hvernig hann leggur fram lögmál. Lögmál trúarinnar. Lögmál trúarinnar þú skalt ekki hafa neina aðra guði en mig. Og æðsta boður var þetta, fyrsta boðorð, ég drottinn Guð þinn, sem leiddi þig út af Egyptalandi, þú skalt ekki hafa aðra guði en mig. Gátu gyðingarnir sagt amen, gátu sagt já, svo skal verða. Þessi Guð í sögu gyðinga, hann hafði til dæmis gengið með Adam í aldingarnum Eden. Þeir hörðu samkomu saman og Adam hann heyrði þegar Guð var að koma og þið getið lesið þessa sögu í fyrstu Mósebók. Og við erum að tala bara þriðja kapitulan í fyrstu Mósebók, hvernig Guð hefur samband og samfélag við Adam. Hvað gerði síðan þessi eini Guð við Ísraelsmenn sem voru búin að vera þrælar í Egyptalandi í 430 ár? Hann leiddi það út úr Egyptalandi með miklum og stórum táknum og undrum. Þessi Guð sem að Jesús að tala við okkur, hann gerir þá kröfu, þú skalt ekki hafa aðra guði en mig. Megum við segja, já, ég ætla að fara að laga þetta hjá mér. Það fullt af ákveðnum hugmyndum hjá okkur. Við erum með guði sem eru þekktir á meðal okkar. Þeir eru kallað guðir hindúa. Hindúar hafa hvorki meira en minni 330 milljón guði. Hver er þeirra æðstur? Svo erum við með Búdda og það á að vera líka Guð og svo erum við með Allah og það á líka að vera Guð og þið getið nefnt þetta, það nóg úrval. En hvernig eigum við að taka og hvernig eigum við að velja? Þú skalt ekki hafa aðra guði en mig sem leiddi Ísraelsmenn út úr Egyptalandi, sem fór í gröfina fyrir þig og reis upp frá dauðum, sem gekk með Adam forðum og hitt hann í aldingarðinum Eden. Og af því að Adam var búinn að synda, komum aðeins í þriðja kapitulan og 10. versið í fyrstu Mósebók og þá sjáum við hvaða breyting verður á þegar Adam, hann misti samfélag sitt við Guð. Og þetta er mjög sorglegt í raun og veru. Við skulum bara fara í 10. versið í þessum kafla. Drottinn Guð kallaði á manninn og sagði við hann, hvar ertu? Hann svaraði, ég heyrði til þín í aldingarðinum og var hræddur, af því að ég er nakinn og ég faldi mig. Og þá spurði Guð, hver hefur sagt þér að þú væri nakinn? Hefur þú etið af trénu sem ég bannaði þér að eta af? Bingo. Það er eitthvað sem gerðist þegar syndin komst inn í mannin. Augu hans lukust upp. Það er mjög oft sem að við erum að tala við menn sem eru með ákveðin reynslu heim í sér. Þeir hafa tekið þátt í einu og öðru sem Biblían kallar synd. Og við verðum bara að viðurkenna það að syndin, hún hefur mótandi áhrif á okkur. Meira að segja, vantrúa syndin eins og með Tómas, sem ætlaði ekki að trúa nema hann snerti. Hvað gerði Guð við hann? Tók hann á beinið. Tómas, komdu með fingur þína, komdu með hendur þína og Tómas fékk að setja bæði fingur og hendur í sár Jesú Krist. Við eigum þetta með Adam sem að allt í einu misti samfélag sitt í Guð. Hann var ekki lengur að ganga með honum, fann það að hann var nakinn. Og Guð sagði strax við hann, Adam, ertu búin að taka af trénu sem þú máttir ekki taka af? Og það var reyndin. Oft á tíðum, þá erum við að svona glíma, ákveðnu rökhyggju glímu, varðandi hvað er Guð og hvernig er hann. Og eitt af því sem að Guð gerir hjá okkur er það, hann tekur söguna frá upphafi og þegar Adam segir þetta við Guð, að hann er nakinn, þá er ekkert lögmál til. Það var ekkert búa til neina trúa reglur. Það var bara þetta, hann og Guð ætlu að hafa samfélag.
Það nákvæmlega sama og kristin trú að boða okkur. Við erum að tala að hafa samfélag við Jesú. Það ekkert endilega hvort þú haldir laugardaginn, sunnudaginn, mánudaginn, þriðjudaginn, bara hafa samfélag við Jesúm Krist. Og það sem gerist þegar þú hefur samfélag við hann, þá ertu bara í samfélag við hann alla daga, öllum stundum, alla nóttina. Þegar þú ferð að sofa, þá það að biðja til hans. Þegar þú vaknar á morgnana, þá talar við hann. Það er þetta samfélag sem þarf að vera inni hjá okkur. Skiljið þið? Þetta hluti af því sem að Jesús Kristur nota sér rök. Þú skalt ekki hafa aðra guði en mig. Og Adam hefði betur hlustað vel allan tíman. Adam, hvar ertu? Við skulum taka aðra sögu fyrir, af því að við erum komin í fyrstu Mósebókina. Förum bara í kaflan á undan, annan kapitula. Það vers sem að snertir okkur líka, vers 22. Það bara á sömu opnu. Þá segir hér, og drottinn Guð myndaði konu af rífinu, hann hafði tekið úr manninum og leiddi hana til mannsins. Og sjáu hvað þetta er merkilegt. Hvað eru margar konur sem eru gerðar úr þessu rífi? Hvað eru margir menn sem tóku við þessu konum? Þetta allt í eintölu. Hann tók ríf úr Adam. Adam var einn. Og hann bjó til eina konu og leiddi hana til mannsins. Hvað segir þetta þér stöðu manns og konu? Frá þessu versi, þá komum við til Jesú Krist og við skulum fara inn í Mattheus 19 og sjáum hvernig Jesús notar þessa sögu til þess að leggja fyrir þig og mig skilning, kristin skilning á hjónabandinu. Og það svo athyglisverður þáttur að þetta kristin skilningur sem löngu áður, heldur lögmál Móse gefið til okkar. Mattheus 19, og þá segir upphafið að kaflanum svona, þegar Jesús hafði mælt þessum orðum, fór hann úr Galileu, hélt til byggða Júdeu handan Jórdanar, fjöldi manna fylgdi honum og læknaði hann þá. Þá kom til hans farisear og vildu freista hans. Þeir spurðu, leyfist menn að skilja við konu sína fyrir hvaða sök sem sjá hvað þetta flott, átti ekki vera allt saman löglegt, má ekki skilja við konuna ef að þetta og þetta og þetta hefur brotnað og hún búin að haga sig svona og svona, á ég að þola það? Má ekki bara fá nýja konu? Og Jesús hann bara segir við þá. Hann svaraði, hafið þeir eigi lesið að skaparinn gjörði þau frá upphafi karl og konu og sagði fyrir því skal maður yfirgefa föður og móður, bindast konu sinni og þau tvö skulu verða einn maður. Þannig þau ekki fram að tvö, heldur einn maður. Það sem Guð hefur tengt saman, má maður eigi sundur skilja. Já en Guð, konan sem þú gafst mér, hún nú ekki alfullkomin, þið veitir hvað þetta En konan sem Guð gaf Adam var eina konan sem Adam fekk. Hann fekk fullt af öðrum konum sem dætur. Hann bjó til þau, maðurinn og konan, bjuggu til afkomendur og það var svo merkilegt að Adam átti aldrei aðra eigin konu heldur en Evu. Hvað Biblían að segja okkur stöðu konunar og karlsins? Kona, þú ert bara einn mann. Dugir það ekki? Þú ert kannski í vandræði með hann. Það er kannski eitt og annað sem þú finnur hjá honum. Hver ekki vandræðum í einhverjum tilfellum í hjónabandinu? En eitt hefur Guð þó gert. Hann hefur búið til einstakling sem þér ætlaður. Bara einstakling. Þess vegna hefur kristin trú aldrei viðurkennt fjölkvæðni. Það ekki samkvæmt orðinu, það ekki samkvæmt Biblíunni. Það bara vegna þess að Guð, hann bjó til einn mann og eina konu og sagði margfaldist og uppfylli jörðina. Og nú þetta rosaleg þröngsýni hjá mér, ekki? Við viljum náttúrulega hafa okkar fjölbreytni og við viljum fá að lifa lífinu og við viljum fá að vera hamingjusum. Maðurinn akkurat svoleiðis. En fyrstu rökin sem að Jesús Kristur notar einmitt frá upphafi sköpunarinnar. Og sjá hvað athyglisvert líka.
ef við tökum okkar samtíma, hvað verið að boða unglingum og börnum í dag varandi samtíma okkar? Hver eru helstu mannréttindi sem verið að berjast fyrir í okkar tíð? Ekki einmitt þau mannréttindi að ef konunni finnst hún eigi að vera karlmaður, þá má hún breyta sér. Og ef karlmaður finnst að hann eigi að vera kona, þá má hann bara breyta sér. Hver gerði þau frá upphafi, karl og konu? Var ekki Guð? Af hverju er samtíminn að breyta? Af hverju tekur hann ekki mark á að frá upphafi þá gjörði hann karl og konu? Má söfnunin segja amen? Og núna þegar við segjum amen, þá veit ég að við erum bara að styðja hatursorðræðu. Nú er það komið upp. Nú má ekki segja svona vegna þess að það eru ákveðin mannréttindahópar og ákveðin lögfræðingar sem eru vakandi yfir því að við tölum ekki gegn kynvillunni, ekki gegn transi og ekki gegn hinu og þessu vegna þess að þetta á alltaf að vera svo frjálst. En Biblían, hún leiðir okkur alltaf að sama stað eins og Guð gerði frá upphafi. Og kristin trú, hún er að draga okkur til þess að við boðum innmitt það fagnaðarerindi sem á upphaf sitt hjá skaparanum. Hann er skapari himins og jarðar. Og ég sagði okkur daginn, þetta er svo merkilegt með orðið skepnuna, þú skepnaði. Er ég að skamma þig fyrir það að kalla þig skepnu? Snorri Sturluson skrifar Heimskringlu og þá segir hann að hvað þetta er annað, að við menn, við séum skepnur. Af því þetta er komið af orðinu skapaður. Og skaparinn býr til skepnur. Við erum sköpun Guðs. Og það er ekkert neikvætt við þetta að vera skepna. Það þýðir bara, við erum sköpuð af Guði almáttugum því hann hefur komið þessum málum fram. Meira segja í íslenskunni, þá er þetta að finna þessa merkingu. Við eigum skapara, við erum sköpuð í hans mynd, við erum sköpuð til að vera í honum, við erum sköpuð til að eiga samfélag við einn Guð, almáttugan, skapara himins og jarðar. Og meira segja, börnin þau eru leidd til fermingar og þau eru látin einmitt játa þetta, ég trúi á Guð, skapara himins og jarðar. Ekki það? Ég sé það að Dísa kann þetta. Og þessi þáttur, skapari himins og jarðar, er stóri þátturinn í okkar tilveru. Þessi skapari, hann vissi það að Adam, hann var búinn að rata í svakalegar ógöngur. Þegar hann uppgötvaði að hann var nakinn, hvað græddi hann á því? Hvað græddi hann? Var þekkingin honum til bóta? Var þetta honum til hjálpar? Nei. Þegar þekkingin og augu hans lukust upp að hann var nakinn, þá bara forðaðist hann Guð. Hversu oft er það þannig að við höfum tekið þátt í einhverju sem gerir að verkum við forðumst Guð. Við viljum ekki gera upp málin við hann. Við viljum ekki að neitt viti. Við ætlum að hilma yfir, við ætlum að sýnast vera betri en í raun og veru við erum. En höldum aðeins áfram. Ég ætla að fá að fara með ykkur inn í þessi rök og ég ætla að fá að nota þetta með mannin og konuna, við sem erum bara sköpuð af Guði. Það segir frá, postulinn notar einmitt samskonar rök, þegar hann kemur með okkur í Efesusbréfið, þið sem eru með Biblíuna með okkur getið flutt, komið með mér í Efesusbréfið, og ég ætla að fara með þig í 5. kapítul Efesusbréfsins, og þegar við komum þangað, þá komum við að kaflanum sem heitir Skyldur hjóna. Og ég ætla aðeins að fá að nefna við ykkur svona frá versi 22 til 24, vegna að Páll er að kenna Grikkjum, hann er að kenna þeim sem búi í Tyrklandi, Efesus er þar, og Páll er að koma með boðskap sem að ég tel og kalla fram og segi þetta er himnesku boðskapur. Og hvaða rök notar Páll? Ekki getur það sagt við Grikki, komið nú og snertið á mér því að ég er með allan sannleikann. Hann leggur fram fyrir þá sköpunarsöguna. Og sjáu hvernig hann fer að. Frá versi 22 til 24 í 5. kapitulunum, þá byrjar hann á því að segja, því að maðurinn er höfuð konunnar, eins og Kristur er höfuð kirkjunnar, hann er frelsari líkamans síns.
Hann byrjar á þessu að líka manninum og konunni saman við Krist og kirkjuna. Og þegar við tökum þessa mynd inn, já, Kristur og kirkjan, þá farið að sjá maðurinn og konan eins og sköpunarsagan, Kristur og kirkjan alveg eins og nýja sköpunarsagan. Þess vegna erum við ný sköpun í Kristi. Skepnaðinn. Þetta eigum við allt saman inni. Við erum nefnilega ný sköpun í Kristi. Heyri ég með því? Erum við sammála því? En við drögum okkur inn í skil og segir, ég hef nú breyst svo lítið. Já, það er nú ennþá þessi vandamál og ég er nú ennþá svona. Við vitum öllum gallan okkar. En Páll er ekki að byrja á því að tala við okkur gallan okkar, heldur stöð okkar. Kristur og kirkjan. Hvað átti konan að gera í tíð Adams? Hvers vegna þurfti Guð að skapa konu fyrir Adam? Hún átti að vera honum meðhjálp. Hún átti að framleiða börnin. Og það kom skilaboð frá Guði til Adams og Evu, margfaldist þig og uppfylli jörðina. Margfaldist þig og uppfylli jörðina. Hver eru skilaboð til kirkjunar? Hvað segir Kristur við kirkjun í dag? Á ekki kirkjan að gera mjög svipað og Adam og Eva, margfaldist og uppfylli jörðina. Skyldi það vera köllum Guðs yfir okkur að þessi kirkja, henni er ekki ætlað að vera lítil og fámenn. Henni er ætlað að útbreiðast. Henni er ætlað það hlutverk að lýsa af Jesú Kristi, hann sem er höfuð okkar, hann sem er hinn stórkostlegi frelsari, hann sem byggði Tómas og hann leyfði Tómasi að snerta sárin sín. Hann vill gera það sama við kirkjuna. Hann vill líka hafa samfélag við þá sem eru í synd og hafa ekki náð að frelsast og ekki viljað taka við Jesú Kristi. Það er ennþá sami boðskapur til þeirra. Ég er drottinn Guð þinn sem leiddi þig út úr ógöngunum. Þú skalt ekki hafa aðra Guði en mig. Og Jesús Kristus segir þetta sama við okkur. Lesum nú aðeins áframhald hjá Páli postula. Ég ætla að fara í 23. versið. Þér menn, elskið konur yðar, eins og Kristur elskaði kirkjuna og lagði sjálfan sig í sölurnar fyrir hana, til þess að helga hana, hreinsaði laug vatnsins með orði, já, vel að minnst. Hreinsa hana í laug vatnsins. Hvað þýðir það? Pétur postulinn nota sama orðið þegar hann er að tala við okkur í 1. Pétursbréfi og bendir okkur á hvað þetta er stórkostlegt með því var skírnin fyrirmynduð. Hvað þýddi það? Það var dögum Nóa þegar flóðið kom yfir og það huldi allt. Þá var niðurdýfingin fyrirmynduð. Og Pétur, hann notar þessa mynd eins og Guð dæmdi syndina, þannig dæmir hann ennþá syndina í dag. Og ef þú ætlar að ganga veg Krists og veg trúarinnar, þá getur ekki gengið fram hjá niðurdýfingunni. Það er liður í frelsisverki Jesú Krists. Það er samkvæmt sköpunarsögunni, það er samkvæmt dóminum, það er samkvæmt því sem gerist á dögum Nóa, það er samkvæmt því sem gerist þegar þau fóru út úr Egyptalandi í gegnum Rauðahafið, það varð að ganga í gegnum vatnið. Og hinn kristni einstaklingur sem ætlar að fylgja Jesú Kristi, hann verður að ganga í gegnum vatnið. Hann innsiglast þannig Jesú Kristi. Hvað gerir þá við mannin þegar hann gengur í gegnum vatnið? Allavega hann rennblotnar. Það vitum við. Við vitum það líka að þetta er tákmyndin sem Páll postuli talar í Rómarbréfinu 6. Við tökum þátt í dauða hans, þess vegna förum við niður í vatnið og við eigum hlutdeild í upprisu hans, þess vegna rísum við upp. Er þetta ekki nákvæmlega það sem drottinn þráir að kirkjan geri? Og þess vegna erum við að tala rökin sem hníga að kristinni trú, hvers vegna við erum þessara skoðunar. Nú ætla ég ekki að vera mjög mikið lengur að tala við ykkur þetta, en ég ætla að fá að fara með ykkur í 2 þætti í viðbót. Fyrri þátturinn, hann er 28. versið í Efesubréfinu 5 og þá segir hann þetta við okkur. Þá var hann að tala mannin og konuna
heilug skyldi hún og lýtalaus. Þannig skulu eiginmennirnir elska konu sínar eins og eigin líkami. Sá sem elskar konu sína, elskar sjálfan sig. Og þetta afar athyglisverður þáttur. Ef þú vilt elska konu þína, þá þetta fyrst og fremst bara sjálfselska. Ég elska mig og maðurinn og konan er eitt. Mjög margir í okkar samtíma, þeir hafa ekki skilið hversu mikilvægur þáttur hjónabandsins að þú leggir lífið þitt í sölurnar fyrir makaðinn. Makiðinn sá fyrsti sem þú þarft að annast og ala og ég vil segja jafnvel bara dekra við. Við erum kannski rosalega hörð í því að láta maka okkar finna fyrir því að hann ræður ekkert öllu og hún ræður ekkert öllu, ég ræð. Makinn sá fyrsti sem fær að finna fyrir vestu hliðunum okkar. Langvestu. Makinn þarf að þola vestu hliðar og vestu aðgerðir, vestu orðin. Hvers vegna svona mikið hjóna erjur? Það ofbeldi hjónabandi og þið heyrið þetta út allt. Þetta stórkostlegt vandamál á Íslandi. Það ofbeldi í fjölskyldum, ofbeldi heima og vitið það hverju? Þetta mjög einfalt. Við erum fallin sköpum, fyrsta lagi. Í öðru lagi, Biblían ekki lengur á borðum í heiminum landsmanna. Það ekki lengur verið að brýna okkur til þess að sýna maka okkar virðingu og kærleika á sama hátt og Kristur sýnir söfnuðinum. Myndin tekin í burtu. Það mikið frekar það, já ég læt enga ráð yfir mér. Ég læt enga stjórna mér. Og það nákvæmlega fallið sem var hjá Adam og Evu. Þau lét ekki Guð stjórna af hvaða tré þau máttu borða og hvaða tré þau máttu ekki borða af. Maðurinn, hann með þennan veikleika. Þess vegna koma þessi rök í Biblíunni, bæði hjá Jesú Kristi, hjá Páli postula, og þegar Páll postuli að hætta sínu starfi, þá kallar hann Tímóteus sem erfingja. Tímóteus, nú tekur við af mér. Okkur vantar svoleiðis menn í dag að við getum sagt við þá, strákar, þið þurfa að rísa upp og koma inn í söfnuðina og bjóða ykkur fram til að veita söfnuðum forstöðu. Við erum komin hátt á áttræðisaldur sem erum enn að predika. Hvar eru þeir sem áttu að taka við? Eru þeir ennþá í þrjóskunni? Eru þeir ennþá að segja, já ég læt enga ráð yfir mér og hver á að borga mér laun? Guð sér söfnuðinn og hann hugsa fyrst og fremst hver auðmjúkur? Hver vill fá náð hjá mér? Var ekki það sem Jesús sagði? Komið lærið af mér. Ég hóvær og af hjarta lítillátur og ég mun veiti sálu minni hvíld. Hvar eru þeir sem taka mark á þessum orðum? Hvar eru þeir sem eru tilbúnir að standa í baráttunni, standa frammi fyrir öðrum mönnum, vera jafnvel niðurlagðir og missa sín mannréttindi vegna þess að þeir halda fram orði Guðs? Okkur vantar þessa menn í dag sem eru tilbúnir til að segja, svo segir Drottinn og þannig ég skapaður. Eins og Drottinn þannig verður við, enda erum við líkami Jesú Krists sem kirkja hans. Fyrir Tímóteusarbréf, ungi maðurinn sem að taka við af Páli postula. Ég ætla að fara með þig í annan kapitúla fyrir Tímóteusarbréfs leiðtoga kirkjunnar. Og hvað Páll að segja? Hvaða skilaboð þetta frá honum til Tímóteusar? Tímóteus bara ungur. Það vantaði reynslu og það vantaði þetta og vantaði hitt. Og það alltaf þannig hjá okkur. Við vitum ekki allt. Við erum ekki búin að ganga í gegnum allt. En þar sem við erum, þar viljum við gera Drottinn dýrlegan. Þar sem ég stend, þar vil ég gera Jesú dýrlegan. Það sem ég segi, það vil ég sé orð Guðs, komið frá hæðum, búið að fara í gegnum spámennina og við vitum að við erum að tala sannleika Guðs. Horfið á.
leiðtoga kirkjunar. Það er annað kapitúli, 11-15. Hann er að tala konuna, og nú ég bara að tala konuna alveg eins og þetta kirkjan. Þetta bara skilaboð til hennar. Kona var læri kyrþey í allri undirgefni, ekki leyfi konu að kenna eða taka sér vald yfir manninum, heldur á hún að vera kyrrlát. Og nú segja náttúrulega allar kvenréttindakonur, nei, þetta allt úrelt, sko. Þetta gamalt orð sem á ekki erindi til okkar, við erum nútíma konur. En passa þetta við kirkjuna. Ef við förum að setja þetta saman, á kirkjan að vera svona gagnvart Kristi. Kyrrlát, hóvær, Kristur kennir, Kristur varðveitir. Þar eru við. Svo heldur hann áfram og segir, því Adam var fyrst myndað síðan Eva. Adam lét ekki tælast, heldur lét konan tælast og gjörðist brotleg. Þetta enn veikleiki jafnvel hjá kirkjun í dag. Nú vitað að margar kirkjur eru til í heiminum. Það alls konar skoðanir til. Ég var í úthörundaginn í katólsku kirkjunni og þar var sungið yfir líkinu og það var ferði kringum kistuna með reykelsi og einstaklingur viðkomandi, hvað var gert við það? Hann var sendur í hreinsunareldin. Það boðorð Biblíunnar? Af hverju sú kirkja með hreinsunareld? Hvar blóð Jesú Krists sem hreinsar oss af allri synd? Kirkjurnar í dag, það nefnilega fara líka afvega, alveg eins og Adam og Eva fóru afvega þegar þau hættu að hlusta á Guðs orð. Og þess vegna komum við líka að þessu. Þetta svo stór þáttur hjá okkur, hvernig við lítum á hvert annað. Erum við kölluð til þess að vera kúguð, á konuna að vera kúguð? Nei, það ekki talað það. Heldur, hún á að læra kyrþey í allri undirgefni. Já, þetta svolítið vandræðamál, sko, þegar við tölum undirgefnina. En hvað eigum við að gera gagnvart Kristi? Það sama mynd hjónaband og Krist og söfnuðinn. Ef við tökum þá mynd, þá förum við að skilja. Hvers vegna stóð á því að Páll postuli, hann kallaði Akvílas og Priskilu samverkamenn sína. Þeir voru samverkamenn hans. Var það vegna þess að Priskila átti að þegja? Var það vegna þess að Priskila átti bara að elda matinn og síðan skúra gólfin? Nei, það var ekki svoleiðis. Hún var ein af þeim sem ómaði af orði Guðs. Akvílas, eiginmaðurinn, og Priskila, eiginkonan, þau voru að búa til læri sinna. Þau voru senda Guði almáttugum til þess að gera læri sinna á réttan hátt. Kirkjan í dag, hún verður að fara að hreinsa til hjá sér. Við höfum ekki leyfi til þess að koma með hvaða atriði sem inn. Við höfum leyfi til þess að benda á hvaða sem frá Guði fætt. Síðasta versi sem þetta nefna við ykkur, það Rómarbréfið, 16. kapitúli. Og þá Páll postuli sem oftast nær umdeildur vegna þess að hann talar stöðu karls og konu. Og hann bendir á stöðuna sem mjög viðkvæm staða í dag. Því að samkvæmt samtímanum, þá maðurinn og konan bara jafnfætis. Biblían sammála því. Samkvæmt samtímanum, þá maðurinn og kona bundin hvoru öðru. Ekki satt? Nei, það ekki alveg samkvæmt samtímanum. Samkvæmt Biblíunni eiginmaðurinn og eiginkona bundin hvoru öðru. Og sjáu svo hvað þetta merkilegt. Í þessum 16. kapitúla Rómarbréfsins, þegar kveðjur koma frá Páli postula, þá finnst mér alveg stórkostlegt. Þegar hann tala við okkur í 3. versinu, þá segir hann heilsið Prisku og Akvílasi, samverkamönnum mínum. Samverkamönnum mínum. Var Priska postuli? Nei. Hún var bara samverkamaður. Var það eitthvað niðurlægjandi? Hún og eiginmaðurinn.
Þau voru meira þess að greint frá því í postulasögunni að þau notuðu sama tækifærið til þess að kenna Akvílasi og hjálpa honum áfram gönguna með Guði. Ég tel því mikilvægt að þetta orð, það fáið óma hjá okkur og hljóma í okkur og við verðum sammála Guðs orðinu til þess að staða karls og konu megi verða eins og Guð hafði hugsað það. Til þess að hjónabandi þitt megi verða eins og Guð leggur áherslu á það. Til þess að söfnuðurinn hér í Keflavík megi vaksa og dafna og þroskast til þess að Guð fái heiðurinn og dýrðina og Jesús Kristur verði þessi sanni frelsari sem skapar þig, býrði til, myndar þig inn í sitt ríki. Í nafni Jesú Krists á Nasaret. Amen. Og svo segi ég bara, náð Drottins Jesú Krists, kærleiki Guðs og samfélag heilags anda veri með ykkur öllum. Amen. Þetta er hinn postulega kveðja. Við getum farið með kveðju Arons, það sem hann talar náð Drottins sem kemur yfir okkur og augliti hans skíni yfir okkur og ásjónu hans lýsi yfir okkur. Þetta er líka mjög fróm bæn, en við erum fyrst og fremst að boða það sem við vitum er frá himninum komið og hljómar í þessari heilugu bók í Jesú nafni. Amen. Gjörðu svo vel, Kitty minn. Amen. Við ætlum að syngja einn söng að lokum áður en við förum upp í kaffi. Og ef þú vilt fyrirbæn þá er endilega komið þig fram og við syngjum saman. Jesús Er ég nafni þitt, nálgast þú og blessar lífið mitt, og þú læknar sér hver sár. Hann snertir okkur í því ástandi sem við erum. Gjörðu svo vel, Kristi mín. Og við byggjum saman. Drottinn Jesús.